Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 14. mars árið 2023. Settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1370 og til fundar eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Valgarður Lyngdal Jónsson sem hér talar og gegnir hlutverki forseta á fundinum. Og aðrir fulltrúar mættir eru Einar Brandsson, Ragnar G. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Líf Ása Skarstað, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og Magni Gretarsson varabæjarfulltrúi situr fundinn í fjarveru Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttur. Áður en að einnig sitja fundinn þeir Saga Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar ritun fundargerðar. Áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir að með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn- og fundarsköp Akraneskaupstaðar númer 696 frá árinu 2013 að tekið verði inn með afbrigðum 2 mál á fundinn. Það í fyrsta lagi mál númer 2303-098 deiliskipulag Flóakörfi breyting og í öðru lagi mál númer 2211-263 Jaðarsbakkar hótel og baðlón uppbygging. Þessi 2 mál verða þá númer 8 og númer 9 í dagskráni verið samþykkt og taka þau á dagskrá. Þá óska ég eftir afstöðu bæjarfulltrúa til þess að taka inn mál númer 2303-098 deiliskipulag Flóakörfi breyting. Þessi samþykkja það, gjör svo ekki á merki. Það samþykkt með öllum atkvæðum. Þá í öðru lagi að mál númer 2211-263 Jaðarsbakkar hótel og baðlón uppbygging verið tekið inn á fundinn. Þessi samþykkja það, gjör svo ekki á merki. Það jafnframt samþykkt með 9 atkvæðum. Þessi mál verður þá númer 8 og númer 9 í dagskráni og röð annarra dagskrárliða sem eru þar á eftir þegar hún hliðrast á til sem að því nemur. Þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá mál númer 2303-034 aðalskipulag Akraness breyting Garðaflói. Að ræða skipulagslýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Akraness 2021-2033 og jafnframt gerð nýs deiliskipulags. Breytingin gerð fyrir uppbyggingu athafnasvæðis í Garðaflóa, norðan þjóðvegar og austan Flóakörfis. Svæðið sem ræðir rúmlega 50 hektarar og tekur breytingin til 3 landnotkunarreita opinna svæða. Það OP 320, 331 og 332 eins og þau eru skilgreind núna í aðalskipulagi. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínu þann 7. mars síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn Akraness að skipulagslýsing verði auglýst og kynnt. Og orðið laust þetta mál. Það enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Og þá bið ég þá sem samþykkja að skipulagslýsing fyrir breytingu á aðalskipulagi Akraness og gerð nýs deiliskipulags verði auglýst og kynnt. Þessi samþykkja það, gjör svo ekki á merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundarliður, málsnúmer 2303-033, deiliskipulag Garðaflói, sama svæði. Hér lögð fram skipulagslýsing fyrir gerð nýs deiliskipulags. Breytingin gerð fyrir uppbyggingu athafnasvæðis í Garðaflóa, norðan þjóðvegar og austan Flóakörfis. Svæðið sem ræðir rúmlega 50 hektarar og eins og áður sagði tekur til 3 landnotkunarreita og opinna svæða samkvæmt núverandi skipulagi. Það OP 320, 331 og 332. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum þann 7. mars síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn Akraness að skipulagslýsing verði auglýst og kynnt. Orðið laust þennan fundalið.
Það enginn sem vill taka til máls. Jú, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa sem á Hlíða. Ég setti nú kannski höndina svolítið seint upp, þannig að þetta ekki að fara í forseta að kenna. Ég vil fyrst og fremst koma hérna upp og bara fagna því að við séum að vinna þessu. Þetta er bara lýsandi fyrir þann kraft sem búið að vera í bæjarstjórn núverandi og síðustu kjörtímabila í sókn í atvinnumálum. En mér langaði aðalega kannski til þess að brýna skipulags- og umhverfisráð og þá sem koma að þessari vinnu núna í framhaldinu að huga að svona sjónrænum þáttum í skipulaginu þarna. Og það sé gætt að, eins og til dæmis í Flóahverfinu, að við séum í landmótun og gróðri og annað að þarna kemur hverfið til með að ná alveg upp að vegi á næstu 10 árum eða aðalskipulag sem gildir til 33, þá ertu komið byggð alveg upp á þjóðvegi. Og svo vonandi í nánustu framtíð þá erum við komið byggð hinum megin veginn í Akrakotsslandi. Þannig að það skiptir miklu máli að við vöndum okkur þarna í svona ásýnd svæðisins og heildar yfirbragði. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og takk fyrir brýninguna og ég tek bara heilshugar undir hana. Það er mjög mikilvægt að við hugum að því að við erum með það markmið að byggja þarna upp grænt iðnaðarsvæði, eða grænt atvinnusvæði og þá skipta auðvitað þessi hlutir alveg gríðarlega miklu máli að huga sé að gróðri, landmótun og svona þessum sjónrænu þáttum, bara mjög mikilvæg brýning. Orðið laust annað mál, deiliskipulag Garðaflóa. Ég vil kannski áður en við höldum lengra svona taka það fram fyrir þá sem að fylgjast með að hér eru sem sagt 4 fyrstu málin. Fyrsta máli sem búið að afgreiða aðalskipulagsbreytingu vegna Garðaflóa og svo mál 2, 3 og 4 varðandi deiliskipulag samliggjandi svæða. Í öllum tilvikum sem sagt verið að tala það að skipulagslýsing verið auglýst og kynnt. Skipulagslýsing ekki skipulag, heldur þetta upphaf skipulagsferlis. Í skipulagslýsingu kemur fram hvað þarna eigi að vera, hver markmiðin eru með því að skipuleggja svæðið og á grundvelli skipulagslýsingar verður síðan skipulagið unnið. Og það að setja skipulagslýsingu í auglýsingu og kynningu gefur jafnframt bæjarbúum og hagsmunaaðilum tækifæri til þess að koma athugasemdum að strax í upphafi ferlisins. Hér erum við ekki að ljúka ferli heldur hefja. Það komið skýrt fram. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi annað fundalið voru ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja að skipulagslýsing fyrir gerð nýs deiliskipulags Garðaflóa verði auglýst og kynnt. Gjörðu svo vel gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. Þá förum við í 3. fundalið. Hann hefur málsnúmer 2103-268, deiliskipulag Höfðasel. Sem lögði fram skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag Höfðasels. Markmið lýsingarinnar að vinna nýtt deiliskipulag sem koma í stað eldra deiliskipulag sem ekki telst hafa formlegt gildi. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínu þann 6. mars síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn Akraness að skipulagslýsing verði auglýst og kynnt. Orðið laust þetta mál. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja að skipulagslýsing fyrir gerð nýs deiliskipulags Höfðasels verði auglýst og kynnt. Það gjörðu svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæði. Við förum í 4. mál.
Málsnúmer 22.02.023 deiliskipulag Grjótkelduflóa. Lögðu fram skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag Grjótkelduflóa. Gerð verður grein fyrir núverandi og fyrirhugaðri landnotkun á svæðinu. Þetta er gert ráð fyrir rúmlega 71 hektara athafnasvæði í Grjótkelduflóa og Kirkjutungu, norðan Berjadalsár. Og orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja að skipulagslýsing fyrir gerð nýs deiliskipulags Grjótkelduflóa verði auglýst og kynnt. Að gjöra svo að gefa merking. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Hér er fundagálti mín komin í einhverja vitleysu. Mér sýnist vera komið þarna inn máls á stað sem að það á ekki að vera. Við lögum það. Þarna sem sagt að birtist í sæti númer 5. Annað málana sem við tókum inn með afbrigðum í upphafi, en ætti þá að verða númer 8 væntanlega. Þannig að við förum þá í 5. fundalið. Það er mál sem hefur málsnúmeri 20.08.109, verklagsreglur starfsemi leikskóla, endurskoðun. En skóla- og frístundaráð samþykkti á fundi sínum þann 8. mars síðastliðinn drög að breytingum og verklagsreglum starfsemi leikskóla og vísaði málinu til endanlegrar ákvörðunar bæjarstjórnar. Og málið liggur sem sagt fyrir hér í dag og orðið er laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, afsakið. Ágætu bæjarfulltrúar og ég ætlaði að fara að segja borgarstjóri, bæjarstjóri og bæjarritari. Það er búið að fara yfir verklagsreglur starfsemi leikskóla Akranskaupstaðar. Ég ætla kannski bara svona rétt aðeins að impra á því að það hafi verið gerðar smávægilegar svona breytingar. Það er verið að svona vísa öllum nýjum umsóknum og breytingum á leikskóladvöl í gegnum völukerfið. Svona kannski breytingar sem að kannski skipta máli þær eru þær að hámarks dvalartími hefur verið færður niður í 8,5 klukkustund sem að ég tel að sé bara svona jákvætt skref inn í völukerfinu og í umsóknarferlinu að þá kemst fólk þá ekki áfram í umsóknina nema þá að eiga samtal við þann leikskólastjóra. Og þetta er bara gert til þess að geta komið til móts við þá sem að þurfa lengri dvalartíma. Við höfum sett inn í reglurnar núna niðurfellingar á gjöldum ef að börn eru ekki í skólanum í desember, tímabilinu 23. til 30. desember. Það má einnig nefna niðurfelling á dvalargjaldi og fæðisgjaldi ef að barn tekur 5 vikna samfellt frí í tengslu við lokun leikskólana. Síðan hafa verið settar þarna inn nokkrar nýjar greinar, en þetta er bara hvet bara alla til þess að kynna sér nýjar verklagsreglur og þær birtast á vef Akranskaupstaðar og svo er alltaf hægt að senda bara fyrirspurnir
á skóla og frístundasvið og svo á leikskólana. En ég hafi ekkert endilega fleiri orð þetta á þessu. Takk. Takk fyrir, bæðarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Við ræðum hér endurskoðun verklagsreglna starfsemi leikskóla og orðið laust að nýju. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja fyrirliggjandi verklagsreglur starfsemi leikskóla Akraneskaupstaðar að gjöra svo vel gefa merki. Það samþykkjað með 9 atkvæði. 7. fundaliður hefur málsnúmer 2206-180 þjónustuþörf leikskóla, skólaárið 2022 til 2023. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 16. febrúar síðastliðinn, viðauka númer 3. Og vegna þjónustu þarfar á leikskólanum Garðaseli og vísaði ákvörðuninni til endanlegrar ákvörðunar bæjarstjórnar Akraness. Og viðaukinn í fundargögnum í fundargátt og þannig að þar koma allar upplýsingar fram og orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 3 við fjárhagsáætlun ársins 2023 að gjöra svo vel að gefa merki. Samþykktur með 9 atkvæðum. 7. fundaliður. Það nú heldur fjör í leikinn. Þá erum við komin í mál sem hefur málsnúmer 2303-090, fjallskilanefnd, breyting á samþykktum. Og hér liggur fyrir erindi frá stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps, þar sem óskað eftir að sveitarstjórnina taki til afgreiðslu fyrirliggjandi samþykkt fyrir stjórn fjallskilaumdæmisins sem fjallar gildissvið stjórnarinnar, stjórnskipulega stöðu, skipan og fleira. Og einnig óskaði stjórnin eftir heimild hlutaðeigandi sveitarstjórna fyrir allt að 6 stjórnarfundum á árinu 2023 vegna vinnu við endurskoðun fjallskilasamþykktarinnar. Og þetta sem sagt í raun og veru tvíþætt erindi, þannig að þetta verða þá greitt atkvæði sitt í hvoru lagi þó að sé undir sama málinu. En orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bara bið ég þá sem samþykkja fyrirliggjandi samþykkt fyrir stjórn fjallskilaumdæmis Akraneskaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps að gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og þá það í öðru lagi erindi stjórnar fjallskilaumdæmisins heimild fyrir allt að 6 stjórnarfundum á árinu 2023 vegna vinnu við endurskoðun fjallskilasamþykkta sveitarfélaganna. Þessi samþykkja að veita stjórninni þessa heimild til allt að 6 funda á árinu að gjöra svo vel að gefa merki. Það 9 atkvæði fyrir því, jafnframt. Þá erum við komin að málunum sem hér voru tekin inn með. Hvað segirðu? Það væntanlega eftir að koma í ljós, sko. Hvort það þurfi að skella inn viðauka fyrir þessu, sko. Við förum í 8. mál, það sem sagt fyrra málið sem var tekið inn með afbrigðum í upphafi fundar. Málsnúmer 2303-098, deiliskipulag Flóahverfi, breyting, en
Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum þá 13. mars síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn að málsmeðferð verði samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar með vísun í 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og sem ef ég man rétt þá í stuttu máli sú að þar sem að breytingin komi ekki við aðra aðila heldur en Akraneskaupstað sjálfan og hafi ekki áhrif á aðra hlutaðeigandi aðila þá þurfi hún ekki að fara í gegnum kynningarferli heldur verði samþykkt. Það orðið laust um þessa tillögu. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bara biðja þá sem að samþykkja áðurnefnda tillögu skipulags- og umhverfisráðs um málsmeðferð að gjöra svo vel að gefa með merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. 9. mál hefur það málsnúmer 22.11.263 Jaðarsbakkar, hótel og baðlón uppbygging. Bæjarráð samþykkti þann 2. mars á fundi sínum fyrirliggjandi viljayfirlýsingu Ísoldar, Íþróttabandalags Akraness, Knattspyrnufélags Akraness og Akraneskaupstaðar vegna mögulegrar uppbyggingar á Jaðarsbakkasvæðinu og fól bæjarstjóra frágang málsins með undirritun yfirlýsingarinnar. Áður höfðu bæði skipulags- og umhverfisráð og skóla- og frístundaráð fjallað hugmyndir að uppbyggingu íþróttamannvirkja og heilsutengdra ferðaþjónustu við Jaðarsbakka. Bæði ráðin lögðu til við bæjarráð að gerð yrði viljayfirlýsing við málsaðila varðandi uppbyggingu á svæðinu. Málið kemur hér til umfjöllunar bæjarstjórnar og orðið laust. Það bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil koma að nokkrum orðum í umræðuna nýju undirskrifaða viljayfirlýsingu Akraneskaupstaðar, Ísoldar fasteignafélags Íþróttabandalags Akraness og Knattspyrnufélags Akraness uppbyggingu við Langasand. Að ræða stór áform á staðsetningu sem íbúum þykja vænt um. Þetta eru mikilvæg skref fyrir áframhaldandi vöxt Akraness og til að auka enn frekar við þjónustu á þessu fallega svæði. En að ræða þjónustu sem okkur hefur sannarlega skort hingað til. Viljayfirlýsingin tilgreinir að aðilar muni setja á stofn starfshóp sem á næstu vikum draga fram áskoranir og tækifæri sem ferðamála Akraness standa frammi fyrir og móta stefnu og markmið út frá þeim. En við höfum talað það áður að hér vanti heildræna stefnu sem sýnir þá hvernig við ætlum sem sveitarfélag að vera raunverulegi þátttakendur í ferðaþjónustugeiranum sem við vitum að á eingöngu eftir að stækka. Síðan verður aðgerðaáætlun sett fram þar sem sundurliðað þar sem stýrir meðal annars að hóteli, baðlóni, heilsulind og íþróttamannvirkjum á svæðinu. En ákveðið hefur verið að Ísold muni skipa 2 fulltrúa, Akraneskaupstaður 2 kjörna fulltrúa, Íþróttabandalagið 1 fulltrúa og Knattspyrnufélagið 1 fulltrúa. Vefsíðan eða vefgáttin okkar Akraness verður síðan nýtt þar sem að gera má ráð fyrir að hægt verði að spyrja spurninga til íbúa sem starfshópurinn getur þá nýtt sér. Og þá þegar liggja fyrir ýmis gögn sem starfshópurinn mun koma til með að nýta sér eins og til dæmis hugmyndasamkeppni Langasand þar sem 3 góðar hugmyndir litu dagsins ljós. En jafnframt fyrirhugað að halda íbúafund þegar starfshópur hefur lokið störfum og hugmyndirnar verði kynntar þá á þeim fundi. Kjörnir fulltrúar í hópnum náttúrulega raddir íbúa í þessum starfshóp og því hlutverki ber að taka mikilli alvöru. Tækifæri sem stendur fyrir framan okkur núna stórt og ekki sjálfgefið. Við þurfum að koma fram með það virðingu en engu að síður að hafa hag okkar íbúa og svæðisins til langs tíma í forgrunni. Við höfum ekki séð teikningar ennþá en gert ráð fyrir í viljayfirlýsingunni að innan 6 vikna frá undirritun muni skipulagslýsing sem og nánari lýsing á verkefninu liggja fyrir. Ég vil fagna sérstaklega spurt og svara liðnum sem má nálgast sem frétt á vefsíðu kaupstaðarins. Þar sem búið að taka saman svör við algengustu spurningum sem snúa að verkefninu og hvet íbúa til að skoða nánar.
Og bara lokaorðið mín hérna, bara ég er bjartsýn og spennt fyrir þessari vinnu sem koma skal. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Hlíf Lárusdóttir, og orðið er laust. 9. Viljayfirlýsing uppbyggingu á Jaðarsbakka. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er í raun fagnaðarefni fyrir okkur sem bæjarfélag ef að við fáum fyrirspurnir og hingað koma til okkar aðilar sem að vilja gera eitthvað með okkur og framkvæma og sérstaklega þegar að verkefnin eru þannig að okkar mati fitta inn í það bæjarfélag sem við höfum og við tala ekki ef það er eitthvað sem okkur í rauninni vantar. En við erum svona samt sem áður og við tökum vel á móti þessum aðilum og förum í vinnu með þeim, að þá verðum við samt sem áður að passa okkur á að selja okkur í rauninni ekki við mögum ekki selja okkur þannig að við séum að gera eitthvað sem að við erum ekki sátt eða þá kannski meiri hluti bæjarbúa eru ekki sáttir. Það gildir þetta verkefni að það eru aðilar út í bæ sem að eru ekki alveg sáttir og ég tel svona mörgu leyti sé það til komið að því að menn eru búin að ímynda sér eitthvað sem að komið þarna sem að í rauninni ekki kannski það sem kemur. Og ég vil eiginlega segja við þá aðila sem að eru á þeirri skoðun að við séum á rangri braut með því að fara í vinnu með þessum verktaka þetta verkefni, bara bíða í róleitunum og sjá til hvað kemur út úr vinnunni því að það er svo margt eftir að gerast og það er alveg ljóst og kemur alveg fram að ef það er eitthvað sem okkur ekki hugnast að þá höfum við alltaf útgönguleið út úr verkefninu. Ég persónulega er mjög sáttur við það að við séum að fara að skoða þennan möguleika á þessu svæði. Ég held að við þurfum að styrkja Jaðarsbakkasvæðið, þá sérstaklega náttúrulega þau mannvirki sem eru tengd íþróttaiðkun og ég tel að hótel á þessu svæði muni styrkja svæðið og það er eitt af því sem við verðum að hafa í huga. Það gerir rauninni ekkert þarna sem við teljum að það sem við gerum verður að styrkja það svæði sem við höfum í þeim tilgangi að þarna verði áfram góð aðstaða til íþróttaiðkunar og útiveru. Ég var svolítið ósáttur með eitt atriði í þessum samning og bað að það yrði gert skýrara heldur en það kemur fram í samningnum. En já, viljayfirlýsingunni fyrirgefiði. Það er alltaf verið að gera einhver samning og svo viljayfirlýsingu og svo samning, maður verður alveg glaður á þessu. En þetta er viljayfirlýsing, þannig að í framhaldinu henni kemur þá samningurinn. En það sem ég var svona
ósáttu við í fyrstu drögum var það að þar var kveðið á að það eru byggðar íbúðir á sjálfu Jaðarsbakkasvæðinu. Ég hef sagt það og ætla að nota það tækifæri sem mér gefst hér að segja það að ég mun ekki greiða atkvæði með skipulagi, nýju skipulagi Jaðarsbakkum, þar sem að verða íbúðarlóðir. Þannig að það sé alveg skýrt. Í viljayfirlýsingunni í rauninni kemur ekki skýrt fram annað en að það íbúðir sem að við ætlum að vinna saman með verktakonum í þessu verkefni. Ég lít á þetta sem heildarverkefni þó íbúðirnar séu á öðrum stað. Að það kemur ekki skýrt fram annað en að þetta séu íbúðir á Akranesi. Ég held að ég hafi lýst yfir áður og í gegnum það ferli frá því að samkeppnin hófst skipulag, hugsanlegt skipulag á Jaðarsbökkum að í mínum huga á ekki að byggja neitt þarna sem að ekki tengist í rauninni beint íþróttaiðkun og þá einhvers konar útivist eða eitthvað sem þá eins og hugsað í þessu hóteli og kringum það tengt heilsu. Eins og ég sagði áðan, ég tel að hótel sem slíkt og muni styrkja svæði hjá okkur og gefur möguleika á því að til okkar komi þá hópar sem gista á hótelinu og nýta vonandi þá glæsilegu mannvirki sem við munum sjá í framtíðinni rísa á Jaðarsbökkum. Og eins og ég sagði að komi hérna inn á áðan að við eigum ekki að fórna þessu svæðundir íbúðir. Við eigum nóg af þeim svæðum og vil ég þar nefna Semensreitin, Dalbrutareitin, Smiðjuvelli, Skógahverfi og svo það nýjasta hjá okkur og inn í framtíðina Akrakotslandið. Þannig að við þurfum ekki að eyða þessu fallega og dýrmæta svæði undir íbúðir. En eins og ég byrjaði, þetta mjög spennandi verkefni og ég vona af heilum hug að þetta gangi upp, að tímalínan haldi, að við verðum ekki hugsanlega með hálfkláruð mannvirki eða eitthvað í einhvern langan tíma. Eitt annað sem að mér fannst svona ég hafði ekki tekið eftir og lagt merk. Ég svona kannski ekki skilið, það svo gamall að það sem fer alltaf fram hjá manni. Það þessi stefnumörkun ferðaþjónustu. Þetta mjög göfugt verkefni en ég held að við séum ekki alveg á réttum grunni sem við erum að fara í það. Því að það mjög sérstakt þegar maður hugsar að vera að fara í stefnumörkun ferðaþjónustu á Akranesi með einum aðila sem þetta á hugsanlegum ferðaþjónustu aðila. Ég hræddur að þegar þetta svona fer að leka út að það verði aðrir sem spurja af hverju þeir fá ekki að vera með því þetta jú fyrir Akranes allt ef ég skil þetta rétt og þá kannski ekki alveg rétt að það sé einn hagsmunaaðili við borðið og ég ætla að hvetja sem sagt hópinn
að íhuga það annarkvort að bjóða einhverjum fulltrúum sæti við borðið eða hafa mjög náið samráð við aðra ferðaþjónustuaðila sem þó eru einhverjir hérna á Akranesi. En þetta spennandi, við sjáum til hvernig þetta gengur. Það verður, eins og góður maður sagði, eða var haft eftir honum, að það verður fínt og gaman þegar við liggjum í heitri lauginni og að við fáum ekki að södra einhvern konjak eða viski og horfa á norðurljósin jafnvel og hérna brosum hver til annars og hreykjum okkur af því að við komum nú að þessu verkefni á sínum tíma. En lokum ein svona kannski varnaðarorð til okkar allra. Það hefur svona aðeins borið á því núna á samfélagsmiðlunum að það ákveðið íþróttafélag hér á Akranesi sem hefur fundið þörf hjá sér til að minna þess á sig og það bara eðlilegt. Þau hafa verið svikin svolítið lengi og bíða lengi eftir að fá nýja sundlaug. Að við verðum að passa okkur á því að það fyrirætlanir okkar að byggja sundlaug í kjölfarið á íþróttahúsinu sem við erum að byggja núna. Að það raskist ekki út af þessu. Ef þetta skipulag mun hafa einhver áhrif á staðsetningu eða eitthvað, þá verðum við að í rauninni vera klár með það skipulag þannig að sundlaugin sem slík tefjist ekki umfram það sem að komið er. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og orðið laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég að koma hérna upp og aðeins að tjá með þetta mál. Í grunninn þá þetta náttúrulega gríðarlega spennandi verkefni sem við erum að fara inn í. Þetta líka mjög stórt verkefni og þetta flókið verkefni. Líkt og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á og Líf Lárusdóttir og þá þetta líka gríðarlega mikilvægt svæði. Og ég held að við séum öll sammála það að þarna í huga allra bæjarbúa þá þetta mjög dýrmætt og við þurfum að nálgast svæði sem slíkt. Það hins vegar má ekki koma í veg fyrir það að við nýtum svæðið en auðvitað þarf það alltaf að vera þannig að við séum að skila betri niðurstöðu en það í dag. Og ég hef fulla trú á því að sú vinna sem við erum að fara í núna geri það. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hérna inn á sagði að við mættum ekki selja okkur. Ég alveg hjartanlega sammála honum því og ég held að þarna nú get ég náttúrulega bara að tjá mig síðasta kjörtímabil og þetta að ég held að þær bæjarstjórnir sem nú eru og svo síðasta hafi algjörlega sýnt það að við erum ekkert að selja okkur. Hér hafa komið inn stór skipulagsmál þar sem menn hafa staðið í lappirnar. Það sem við vorum að gera núna, við vorum að skrifa undir viljayfirlýsingu. Í því félst ekkert bindandi samkomulag eða samningur, heldur einungis vilji til þess að vinna með þessum aðilum. Vinna með Ísfold fasteignafélagi, Íþróttabandalaginu og Knattspyrnufélaginu. Hvað sem svo verður, það á allt eftir að fá sína meðhöndlun hér í bæjarapparatinu. Það ekkert skipulag sem fer hér í gegn án þess að fara í gegnum skipulagsumhverfisráð. Og það verður engin samningur nema hér sé komið á skipulag sem búið að fá efnislega meðhöndlun bæði hjá okkur og skipulagsstofnun. Þannig að vegurinn að því að það verði gerður eitthvað samningur, hann nokkuð langur.
Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hérna inn á sundlaugina. Það er alveg rétt. Það hefur því miður dregist í allt of mörg ár að hér verði byggð almennileg innri-sundlaug. Og ég held að séu til 3 teikningar af sundlaug. Og við eigum held ég bara eftir að teikna við eina hliðin á sundlauginni. Ég held að sé búið að fara á 3 kanta. Í mínum huga erum við alltaf að fara að skoða sundlaugina á allt svæði í þessari vinnu. Þarna erum við að tala að byggja 80 herbergja hótel og baðlón. Við erum að byggja íþróttahús og við erum eftir að byggja sundlaug og þá þurfum við að horfa yfir allt svæði. Við þurfum að horfa yfir allt svæði út frá bílaumferð, út frá gangandi umferð og út frá bara þeirri umferð sem er svæðið bara dagsdaglega. Þannig að sundlaug er svo sannarlega inn í því og ég er algjörlega á því eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson að við þurfum eða frekari töf á byggingu sundlaugar má ekki verða. Hvað varðar stefnumörkunina, þá er ég ekki sammála félaga mínum Einari Brandsyni og með það að hér séum við bara að ræða við einn aðila. Auðvitað væri það mjög skrítið ef það væri bara þessi aðili sem er að byggja hótelið. Það kemur hins vegar fram í fréttinni sem fylgdi í kjölfara yfir viljayfirlýsingunni og við fæum kannski að lesa með leyfi forseta. Fyrst hefst vinna við að greina tækifæri í ferðaþjónustu og að móta stefnu á því sviði og að áætla þeim fasa ljúki innan 4 mánaða en þá hefst vinna við deiluskipulag og aðra slíka þætti. Mikil áhersla verður lögð á samráð og samtal við bæjarbú og hagsmunaaðila. Það verða auðvitað kallar að allir þeir hagsmunaaðilar sem þessi hópur til að eiga að koma að borðinu og bara þeir sem vilja koma að borðinu. Það er hins vegar þannig að við erum að fara að byggja þessi viljayfirlýsing snýr að 80 herbergja hóteli og auðvitað vilja þeir aðilar sem koma að því greina þau tækifæri og sóknarfæri sem felast hérna á svæðinu með okkur. Þetta er gríðarleg fjárfesting og það þarf að vanda vel til. Saga hótelbyggingu í Íslandi er því miður þannig á landsbyggðinni að hér í eina tíð þá þurftu hótelin oft að fara á hausinn svona einu sinni tvisvar þannig að það væri rekstrargrundvöllur. Það er ekki þannig lengur í dag. Þetta eru metnaðfullir aðilar og ég held að þetta sé bara merki það að menn vilja fara af stað á fullum krafti. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hérna aðeins inn á umræðuna sem við verðum á samfélagsmiðlum. Það hefur verið töluverð umræða um þetta, bæði jákvæð og neikvæð og auðvitað er það þannig að fólk er skeptist á svona breytingar, á svona dýrmæta svæði. Það hefur mikið verið kallað eftir hvað var til dæmis samkeppnina sem við fórum hérna í. Og umræðan í bæjarráði hefur allan að verið þannig, allan tíman, að það sé auðvitað gögn sem koma inn í þessa vinnu. Það kemur fram bæði í fréttum, það hefur forsvarsmenn Ísoldar og bæjaryfirvalda hafa marglýst yfir að það er algjört frumskilyrði þarna í hönnuninni að við séum að gæta að sandinum, aðgengi íbúa og allra að þessum perlum sem þarna eru. Og sú vinna sem var farið í samkeppninni, hún verður að sjálfsögðu höfð til hliðsjónar í þessari vinnu. Það er ekkert einhver gögn sem er bara búið að pakka hún í skúffu og verða aldrei dregin aftur upp. Sú vinna, eða þær hugmyndir sem þar komu fram, snerust mikið um þetta aðgengismálum niður á sandinn, lýsingu, stígnum og fleira. Þetta er allt mál sem við munum taka inn í þessa vinnu. Fyrst og fremst er þetta bara gríðarlega spennandi. En aftur, við þurfum að vanda okkur. Þetta er mjög dýrmætt svæði og við megum ekki gera mistök þarna. Frekar annars staðar í skipulagsmálum. En ég er mjög spenntur fyrir þessu og er spenntur að sjá hvaða hugmyndir koma fram. En það eiga allar eftir að fara í gegnum skipulags- og umhverfisráð, bæjarráð, bæjarstjórn. En það eru margar vörður á leiðinni sem menn þurfa að haka í áður en það kemur fram einhver mynd af einhverju sem seinna hugsanlega rís. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Og orðið er laust.
Bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur líða. Margt af því sem ég ætla að segja í þessum máli komið fram í máli bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar og einnig í máli bæjarfulltrúa Jens Brandssonar. Ég held að við verðum náttúrulega að átt okkur á því að áhyggjur íbúa alveg skiljanlega með þetta svæði. Og þegar enginn hefur séð neitt, þá fer fólk að ímynda sér alls konar vitleysu eða svona eitthvað sem er ekki fótur fyrir. Og maður hefur séð á samfélagsmiðlum áhyggjur að þetta verði sem að fara að verða Benidorm norðursins eða eitthvað þannig, en ég hef ekki miklar áhyggjur af því. En það er alveg skiljanlegt að fólk hafa áhyggjur af þessum perlum sem við erum að fara að vinna með, en þú veist, viljayfirlýsingin er náttúrulega bara fyrsta skref. Og eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fór vel yfir í sinni ræðu, þá er allt öll skipulagsvinnan eftir og það er allir samningar eftir og það á eftir að samþykkja þetta alltaf bæjarstjórn og líka fara í kynningar fyrir bæjarbúum sem að hafa aðkomið þar að skipulagslýsingum, skipulagi og deiliskipulagi og til þess að gera athugasemdir og allt það. Og það er nefnilega okkar hlutverk að gæta þess að við fáum einhver einstaklega ef við okkur líst á þær hugmyndir sem koma. Það getur vel verið að þetta verði bara einhver ömur og þá erum við náttúrulega líka bara standa í lappirnar og segja nei takk. Við höfum lengi haft væntingar hótel á Akranesi, bæði bæjarbúar og bæjaryfirvöld og þess vegna er ábyrgðarhluti að segja nei þegar einhver kemur og spyr má ég vera þarna. Það er náttúrulega líka ábyrgðarhluti í framhaldinu að segja já við einhverju sem er ekki nægilega gott. Þannig að við erum bara í fyrstu skrefunum og mér hlakkar persónulega til að sjá hugmyndir þeirra, hvernig þeir geta komið þessu fyrir og hugmyndir íþróttamannvirkin. Ég held að sé alveg lykilatriði að þetta sé hugsað saman eins og var farið yfir hér áðan í ræðum held ég beggja bæjarfulltrúa sem töluðu undir mér og eins hjá formanni bæjarráðs, Líf Lárusdóttur. Og það er líka ágæt áminning sem að Ragnar kom með og ég ætlaði einmitt að koma upp þessu tala er að hugmyndasamkeppnin er ekki dautt plagg. Ekkert af þeim tillögum sem komu í hugmyndasamkeppninni eru dauðar. Það er hægt að sækja mjög marga flotta hluti í allar og þær verða náttúrulega notaðar inn í vinnunni og sjálfsögðu verður líka náttúrulega notuð inn í vinnunni íbúakönnun sem fór fram og þær niðurstöður verða væntanlega rýndar og skoðaðar í framhaldinu. Þannig að ég er spenntur að sjá fyrstu tekníku og alltaf ekki lýsa neinni afstöðu með að móti neitt þátt af þessu fyrir en ég er búinn að sjá eitthvað á blaði. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson. Ég vil bara taka undir það sem að hér hefur komið fram og þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið upp fyrir þeirra innlegg. Það er svona nokkur atriði sem að við þurfum svolítið að hafa á hreinu og ég vona að okkur takist það. Það er við höfum að mínu mati staðið okkur vel í upplýsingagjöf eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kom inn á og þá er
fréttin með spurt og svarað, mjög gagnleg, veitir mjög góðar og gagnlegar upplýsingar og svarar flestum þeim spurningum sem að manni allavega sjálfum myndi detta í hug og fleiri spurningum heldur en mér hefði nokkuð tíma dottið í hug. Og varðandi uppbyggingu íbúða, að þá kemur alveg skýrt fram í viljayfirlýsingunni undir 4. grein þar sem að fjallað um íbúðagerð, að þar er þessi setning Akraneskaupstaður mun hafa ákvörðunarvald hvar þessar lóðir verða á Akranesi. Það voru að tala þær lóðir sem að úthluta verður undir uppbyggingu íbúða. Þannig að það kemur alveg mjög skýrt fram að þarna höfum við ákvörðunarvaldið, enda skipulagsvaldið okkar og við framseljum það ekki. Tek líka undir það sem að hefur komið fram varðandi mikilvægi þess að horfa á heildarmyndina í uppbyggingu íþróttamannvirkja og huga þar að öllum íþróttagreinum og tek heils hugar undir það sem að hér hefur komið fram varðandi sundfélagið. Það er leiðilegt að ef að sundfélagið upplifir það að hafa verið svikið, en þau hafa sannarlega þurft að bíða mjög lengi eftir bættri aðstöðu og sannarlega komið tími til þess að þau fái skýr og endanleg svör það hvernig sú uppbygging á að verða. Svo langar mig aðeins að koma inn á það sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson ræddi varðandi þessa stefnumörkun og reyndar bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom líka inn á í sinni ræðu og komið mjög gott innlegg þar. Í mínum huga er það alveg skýrt að það sem að kemur út úr stefnumörkun þessa starfshóps, það verður ekki sjálfkrafa að ferðamálastefnu Akraneskaupstaðar. Gerð ferðamálastefnu Akraneskaupstaðar verður alltaf á forsvari bæjarstjórnar að vinna. Það sem að hins vegar getur komið út úr þessari vinnu getur verið mikilvægt innlegg þangað og getur verið góð byrjun af því að til verði stefna Akraneskaupstaðar í ferðamálum. En fyrst og fremst vil ég hrósa samstarfsaðilum okkar í þessari viljayfirlýsingu fyrir það að sækjast eftir samstarfi einmitt þetta. Að þau óska eftir samtalinu við bæjaryfirvöld og við samfélagið það hver okkar markmið eru og hver okkar sýn en koma ekki hingað inn eins og einhverjir kúrekar og ætla að bara byggja sitt upp án tengsla við eitt eða neitt. Þannig að við erum bara að mínum mati að græða á því að fá þennan kraft og þetta frumkvæði inn með þessum aðilum, en það er augljóst, hlýtur að vera augljóst í okkar allra augum að við búum ekki til ferðamálastefnu Akraneskaupstaðar eingöngu með Ísholt fasteignafélaginu, Knattspyrnufélaginu og ÍA. Það er alveg augljóst. Svo vil ég bara segja að og taka það skýrt fram að bæjarfulltrúar eru að mörgu leyti bara í dag í sömu sporum og allir aðrir bæjarbúar gagnvart þessu verkefni. Við erum búin að, eins og bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson kom inn á, við erum búin að segja já, við viljum skoða þetta. Enda hefði það verið mikill ábyrgðarhluti að láta fyrsta svar vera nei. Við viljum ekki skoða þetta. Það hefði í raun og veru verið alveg galið. Við erum búin að segja já, við viljum skoða þetta. Við erum búin að lýsa yfir vilja til að fara þá vegferð, að vilja skoða þetta, vilja fara í þessu uppbyggingu og en að sjálfsögðu er heillang leið eftir. Við höfum ekki séð einustu mynd teiknaða af því hvernig svæðið geti komið út, hvernig byggingar geti rýmst og svo framvegis.
Ég hef verið skammaður fyrir það að þetta sé komið svo langt og við séum búin að ákveða þetta allt saman fyrirfram, en ég hef gert mitt besta til þess að leiðrétta það og það þetta langt frá því eins og allir bæjarfulltrúar vita. Við erum rétt að byrja og erum á sama stað og eins og ég segi, eins og margir bæjarbúar. Við eigum eftir að sjá hvað kemur. Við eigum eftir að sjá hvernig þetta kemur til með að líta út og ég hlakka til að sjá myndir, teikningar sem ég veit að verður faglega unnið og gert vel og hlakka til að sjá fyrstu hugmyndir það hvernig þessi uppbygging gæti átt sér stað á þessu svæði og hvernig hún gæti hvernig rýmið kemur út með þessari uppbyggingu sem þarna er fyrir hugað. Það voru orðið laust að nýju. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég bara þá sem samþykkja fyrirliggjandi viljayfirlýsingu Ísóldar, Íþróttabandalags Akraness, Knattspyrnufélags Akraness og Akraneskaupstaðar, dagsetta 7. mars árið 2023, að gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæði. Við förum áfram í dagskránni. Förum í 8. fundalið, hann málsnúmer 23-01-002 fyrir fundargerð í Bæjarás á árinu 2023 og lögð fram fundargerð númer 3527 og fundið sig fram þann 2. mars síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð Bæjarás, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem okkur hlýða. Ég kem hér upp undir fundargerð Bæjarás númer 3527 undir lið 2, en við höfum verið að horfa á ansi hreint jákvæða samninga undirritaða varðandi uppbyggingu í grænum iðngörðum, en eins og kom fram í fréttum vikunnar sem leið að það skrifuðu atvinnufulltrúar og bílaeigandi Askja undir samning lóðir í grænum iðngörðum í Flóahvarfi, en með þessum samning Askja að tryggja sér aðgang á lóðum sem yfir 14 fermetra stærð og geta nú hannað húsnæði í takt við þjónustustarfsemi sem fyrirhugað á vegum fyrirtækisins á svæðinu. Þá var einnig undirritaður samningur við Þrótt lóðir í grænum iðngörðum, en með samningnum tryggir Þróttur sér aðgang að 2 lóðum sem eru samtals yfir 9.800 fermetra stærð, sem gerir fyrirtækinu mögulegt að flytja og stuðla frekari uppbyggingu í stækkandi starfsemi. En fyrirtækið í dag, eins og flestir vita, staðsettu Ægisbraut 2 og 4. Akraneskaupstaður kemur til með að taka yfir þær lóðir og þá allir líkindum fyrir væntanleg skólamannvirki í framtíðinni. Og ég segi bara við megum vera stolt af því að finna fyrir hér á Akranesi auknum áhuga fyrirtækja sem að leita til okkar uppbyggingu, grænum iðngörðum, sem að sjálfsögðu mikilvægur gæðastimpill á vinnu okkar að sjá fyrirtæki horfa til stefnunar þar sem að búið að setja saman þetta konsept ef við leyfum að sleppa smá. Það sem sjálfbærni, góða starfshætti fyrir starfsfólk, umhverfis- og loftslagsmál með aðlögun og hringrásarhagkerfinu koma saman. Það skal engum dyljast mikilvægi þess að við höldum vel á spöðunum þegar kemur að atvinnumálum í sveitarfélaginu til að tryggja störf á svæðinu í bæjarfélagi þar sem að íbúum fjölgar hratt. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Orðið laust fundargerð Bæjarás og það bæjarstjóri Sævar Freyr sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem hér eiginlega upp í smá dulbúinn tilgangur í því sem að ég kem hérna upp, en það rauninni bara svo ég komið með beint að efninu þess að fagna því að ég á 6 ára starfsafmæli á Akraneskaupstað í dag. Það hitti bara svo á fyrir 6 ára síðan vann ég hjá 365 miðlum fyrir hádegi og hóf svo störf hér eftir hádegi á Akraneskaupstað
og ég var að hugsa til þess þegar var verið að fara hérna yfir annars vegar samningarna sem að hafa verið gerðir núna undanfarið undir þessum lið 3527. fundi bæjarráðs þar sem við afgreiddum samninga með bílaumboðinu Öskju, Jaðarsbakkar hótel og baðlón sem að við klárum viljayfirlýsingu, göngum í það að tilkynna úthlutun lóða í skógahverfi 5 og 3A, tökum ákvarðanir sem snúa að innviðagjöldum sem við erum að undirbúa undanfarið. Erum að vinna með Þrótt sem er mikilvægt fyrirtæki sem við erum að styðja við. Mér finnst bara afskaplega ljúft að vera hér á 6 ára starfsafmælinu og sjá þennan merkisfund vera afgreiddan hér og hér er rauninni bara svona mjög stoltur af því að við höfum náð að ljúka þessum verkefni. Laumaði aðri leiðin að ég eigi þetta starfsafmæli. Takk fyrir, bæjarstjóri Sævar Freyr og til hamingju með 6 ára starfsafmæli hjá Akraneskaupstað. Orðið laust að nýju, fundargerð bæjarráðs. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Helst fundargerðin þar með framlögð. 11. fundarliður. Málsnúmer 23.01.003 fyrir fundargerðin velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2023 og lögð er fram fundargerð 199. fundar sem framfór þann 7. mars síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Ágætt bæjarfulltrúar og það sem á klíða. Ég ætla að tala undir lið 4 sem er Þroskahjálp stofnframlag. Við höfum verið í samvinnu við Þroskahjálp með íbúðakjarnabyggingarkofum og við erum áfram samvinnu við þá. Hins vegar kemur þarna fram að við munum ekki sækja með þeim stofnframlag í næstu úthlutun. Það er einungis vegna þess að sú lóð sem við höfum til ráðstöfun núna er eiginlega of stór til þess og stór undir 5 íbúðakjarna sem Þroskahjálp leggur áherslu á. Þannig að ég ætla bara að árétta það að þetta er ekki vegna þess að við séum að slíta með samstarfi eða séum óánægðir með það, heldur erum við ánægðir með samstarfið en bara eins og hlutinni falla núna þá gengur þetta ekki alveg upp. En við munum að sjálfsögðu eiga við þá samtal áframhaldandi samstarf í framtíðinni, hvort sem það verður á næsta ári eða þar næsta. Bara þegar hlutinni raðast þannig upp að 5 íbúðakjarni er góður valmöguleiki fyrir okkur. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn H. Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo er ekki og telst fundargerðin þar með framlögð. Við förum þá í 12. fundarlið. Hann hefur málsnúmer, það er fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, málsnúmer 23.01.005 og fram eru lagðar 3 fundargerðir ráðsins á 260. fundi sem framfór hann 27. febrúar síðastliðinn, 261. fundi sem framfór 7. mars og 260. og öðrum fundi sem framfór hann 13. mars. Þessar 3 fundargerðir eru hér lagðar fram til kynningar og orðið er laust þær. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og fundarritari.
Það er á Hlíða. Það er þarna 3 fundargerðir sem við erum með og fyrsta fundargerðin 260 þar sem það var lagt til að við gengjum fyrirgefðu forseti, ég aðeins að hlaupa á mig. Það er alltaf að hugsa allt annað þarna. En við á fundi nr. 261 þar fengum við rosa flotta úttekt frá honum Jóni Arnari garðyrkjustjóra. Vona að þið hefur kynnt ykkur þau gögn sem hann kom með og væntanlega verið þetta undir og þörf og góð yfirferð hjá honum og við nýtast okkur pottþétt áfram. Annað sem er vert að taka, það er undir 11. lið í sömu fundargerð þar sem að er búið að koma fram í fjölmiðlum að við höfum hafnað eða neitað Sementsverksmiðjunni að áframhaldi starfsleyfi eða veru á þessum stað eftir að samningi lýkur. Það kemur náttúrulega fram þarna formlega viðræður mögulega staðsetningu og það samtal verður tekið en við vitum bara hvernig staðan er hérna hjá okkur að við erum að fara stefnum að mikill uppbyggingu á þessu svæði og þá bara því miður þá passar ekki alveg þessi starfsemi þarna inni. Eigum við mögulega að koma einhvers staðar annars staðar hjá okkur. Þetta er bara samtal sem það að eiga. Einnig í sömu fundargerði í lið 13 er mikið gleði efni. Það náðust að finna að leysa málefni villikappa. Við fundum húsnæði sem að þau settu sig fyllilega við og virkilega glöð og þau geta haldið þá áfram sínu bara frábæra starfi sem þau eru að gera. Og virkilega dýrmætt fyrir okkur og við erum ánægð að geta komið að þessu samstarfi með þeim og lagt okkar á vogarskálarnar. Takk fyrir, fulltrúi Guðmundur Ingþór. Fleiri sem óska eftir að fundargerð skipulags- og umhverfisráðs? Það er enginn sem kveður sig hljós. Teljast þessar 3 fundargerðir ráðsins þar með framlagðar. 13. fundaliður, hann mun hafa málsnúmeri 23-01-004 fyrir fundargerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2023 og lögðu fram fundargerð 200. og 11. fundar ráðsins sem fram fór þann 8. mars síðastliðinn. Og orðið laust, og það er fulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og þeir sem á Hlíða. Langaði bara rétt að koma hérna upp undir þessari fundargerð skóla- og frístundaráðs og ávarpa hérna sérstaklega mál 3 er varðar innritun í leikskóla 2023 og langar mig að lesa hér upp með leyfi forseta bókun skóla- og frístundaráðs. Með vísan í reglur innritun í leikskóla á Akranesi hefur skóla- og frístundaráð ákveðið að viðmiðunaraldur yngstu barna við innritun leikskóla haust 2023 verði 14 mánuðir. Foreldrar barna fædd út í júnímánuð 2022 og eldri geta sótt fyrir börn sín og verður þeim úthlutað leikskólapláss fyrir næsta skólaár. Við byggingu nýs 6 deilda leikskóla við Asparskóga hefur leikskólaplássum fjölgað umtalsvert í bæjarfélaginu. Við ákvörðun innritunaraldurs fyrir haustið 2022 var horft til þess að Garðasel flytti starfsemi sína í nýtt og stærra húsnæði þá haustið og fengu því 30 fleiri börn leikskólavist en árið áður. Vegna mikillar fjölgunar barna á leikskólaaldri á yfirstandandi skólaári, ríflegrar inntöku síðastliðið haust og að útskrifta árgangurinn í vor
er töluvert minni en sá hópur barna sem mun innritast í haust, er ljóst að verulega hefur gengið á þau leikskólapláss sem sköpuðust við opnun nýs leikskólahúsnæðis. Af þeim sökum neyðist skóla- og frístundaráð til að færa innritunarmörkin fyrir 2022 árganginn 1 mánuð. Fjöldi barna í 2022 árgangi sem fá úthlutað leikskólaplássi í haust eins og staðan er núna eru 65. Í fyrra voru börn í 2021 árganginum sem voru tekin inn 60 alls. Skóla- og frístundaráð mun fara þess á leik við bæjarráð að nú þegar verði sett af stað vinna við að halda áfram metnaðarfullri uppbyggingu leikskóla hér á Akranesi. Annars er fyrirsjáanlegt að við lendum í þeirri stöðu á næsta ári að við þurfum að hafna börnum á leikskólaaldri leikskólapláss. Þetta segir okkur bara það að þegar að stórglæsilegur 6 deilda leikskóli var opnaður hér og með inntöku fleiri barna, að þá var það með, getum orðað svo að hálf kakan hafi verið étin þá. Og það er deginum ljósara að við þurfum að setjast fyrr en seinna niður og finna okkur finna bara lausnir varðandi pláss fyrir leikskóla, hverslags lausnir sem að við getum fundið og enn frekar að hefja umræður byggingu á nýjum leikskóla. Þannig er það og þakka ég fyrir. Takk fyrir, aðeins Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Aðeins Ragnar B. Sæmundsson var orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða. Ég vil koma hérna upp og ræða mál númer 3, innritun leikskóla. Ég tek undir það sem bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét sagði hér áðan. Við þurfum að hefja vinnu við undirbúning og skipulagningu á nýjum leikskóla ekki seinna en strax. Þegar nýtt Garðasel var hannað og byggt, þá var gert ráð fyrir möguleikum á að stækka 2 deildir. Allt innra rými leikskólans gerir ráð fyrir því að hann sé 8 hluta. Og ég held að við ættum bara að byrja þeirri stækkun bara sem allra fyrst. Og ég mun bara hefja undirbúning af útboði og byggingu á því. Á sama tíma þurfum við líka að setja vinnu við byggingu á leikskóla á Neðri Skaga á fullt. Eins og við komum fram hér þá vorum við að semja við fyrirtæki á Ægisbraut og þeir flýtti sína starfsemi. Það er að mynda svæði og það eru fleiri svæði líka. En við þurfum til þess að það stefni ekki bara í óefni, þá þurfum við að byrja sem allra fyrst að byggja þessar 2 deildir í viðbót. Eins og bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét kom inn á að ef ekki þá getum við horft upp á það strax á næsta ári að við þurfum að einfaldlega neita börnum. Við sáum fréttir í dag til dæmis frá Reykjavíkurborg, þar sem í ákveðnum bæjarhlutum eða borgarhlutum eru börn að komast inn á leikskóla á 3. aldursári. Í Vesturbænum núna er til dæmis verið að loka 2 leikskólum. Þar er verið að taka börn inn 2,5 til 3 ára gömul. Það er staða sem við viljum aldrei lenda í. Þess vegna þurfum við að vera undan og við þurfum að hefja þessa vinnu strax í næstu viku. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég heldur séum öll klára að byrja í næstu viku. Það er bara nákvæmlega þannig. Við verðum bara að setja þetta í gang og byrja að teikna. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðina. Það er bæjarfulltrúi Lífans og Skarðstað sem var orðið, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma og tala líkt og bæjarfulltrúi Líf Lánsdóttir og bæjarfulltrúi Ragnhildur Sæmundsson mál númer 3, en einnig mál númer 2. Varðandi mál númer 3 að þá bara tek ég undir orð fyrir bæjarfulltrúa sem hafa staðið hérna uppi og bara lýsa því yfir að þetta er grafalvarleg staða fyrir foreldra í bænum. Væntingar fólks voru og eru náttúrulega þær að það sé verið að taka inn 12 mánaða gömul börn, eða 13 mánaða eins og var gert í fyrra. Þannig að þetta er svolítið kinnhestur fyrir marga, en þetta er staðan og við verðum bara að vinna með það sem við höfum. Við getum ekki tekið inn fleiri börn eins og staðan er í dag. Ég veit því bara ítreka óskir hérna bæjarfulltrúa Ragnars og hérna Jónínu Margrétar að við byrjum strax eins og bæjarfulltrúi Valgarður Ingdal forseti, segir maður kannski, bara strax á morgun. Varðandi svo mál númer 2, sveigjanleiki í vistun barna, þá ræddum við það sem sagt í skólafrístundaráði. Við vorum með tillögur sem sagt það til að koma til móts við það foreldra sem eru með styttingu vinnuvikunar, að gegn því að það stytti sem sagt vinnuviku leikskólabarna sinna, að það fái þá niðurfellingu gjalda á móti. Þetta á eftir að fara inn í bæjarráð, en ég vil bara hvetja meðlimir bæjarráðs til að taka vel í þessa tillögur okkar, því þarna erum við að reyna að hvetja foreldra sem eru með styttingu vinnuvikunar að leyfa börnunum að njóta styttingurinnar líka. Það er ekki mikil peningar þarna í húfi, við vorum búin að reikna þetta út, þetta voru einhverjum 100 kallar fyrir nokkra klukkustundir og vil ég bara hvetja ykkur til að vera jákvæð fyrir þessu og að við setjum smá statement, ef við má sletta, að allir eigi að fá að njóta styttingu vinnuvikunar, börnum líka. Takk fyrir það. Takk fyrir Líf og Skarstað. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp til að blanda mér aðeins inn í umræðuna lið 3. Ég held að þeir bæjarfulltrúar sem hér hafa talað undan mér hafa alveg komið inn á í rauninni það vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Við sjáum fram á það með þeirri ráðstöfun sem við gerðum í skóla- og frístundaráði að við fórum svona ákveðna millileið sem við töldum vera þá réttu, allavega miðað við þær tölur og upplýsingar sem við höfðum. En þær sömu tölur í rauninni sýna okkur fram á það að á næsta skólaári gætum við lent í því að við höfum ekki leikskólapláss fyrir börn sem munu flytjast inn í bæinn. Þannig að við erum í rauninni með tvíþætt vandamál sem við þurfum að leysa. Annars þurfum við náttúrulega að leysa þá framtíðar uppbyggingu áframhaldandi. Ég meina áframhaldandi, við erum byrjuð og tókum mjög stór skref á síðustu kjörtímabili og ég held að við erum að vera stolt að þeirri byggingu sem við erum þó komið með og við okkur hafi aðeins greint á staðsetningu á honum að þá er byggingin stórglæsileg og okkur öllum heldur til sóma og sérstaklega þeim sem að voru hér á síðasta kjörtímabili og stýrðu þeim málum sem að komu þess á koppinn. En hins vegar, og eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson segir, að þá
sá skóli hannaður sem 8 deilda leikskóli þó að við höfum nú haft væntingar það að við hefðum tíma til þess að byggja hugsanlega leikskóla á neðri skaganum og í framhaldinu á því kannski að aukningi verður öll komin í skógahverfinu og þar kring að þá getum við byggt þessar 2 deildir. Ég held að við þurfum að skoða það bæði tíma og öðru og tína allar forsendur inn hvort að það hentugara fyrir okkur til langs tíma í uppbyggingarfasanum að byggja þá þessar 2 deildir strax. Sennilega tæki það styðstan tíma eða þá að leita að hentugri lóð á neðri skaganum sem að hentað undir leikskóla og ég vil meina það að við eigum að byggja þá byggingu að sama metnaði og við gerðum með nýja Garðasel og svo vil ég koma því að hér að okkar, að öllum öðrum ólöstuðum mjög fær leikskólamanneskja og hefur starfað í þeim geira í mörg ár og áratugi. Hún ráðleggur okkur að byggja 10 deilda leikskóla. Þannig að þegar við finnum lóð á neðri skag að þá sjáum við til þess að hún muni rýma 10 deilda leikskóla. En þetta eitthvað sem þarf að skoða í framtíðinni en við verðum jafnframt þessu vil ég meina að skoða hvernig komumst við þá í gegnum næsta skólaár og þar næsta skólaár. Ef að næsta verður erfitt með þær aðstæður sem við erum með í dag, þá verður þar næsta ennþá erfiðara og þá erum við, vil ég meina, komin á þann stað að við erum farin að neita börnum leikskólavist og það eitthvað sem við viljum ekki lenda í eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson nefndi að staðan væri á mörgum stöðum í Reykjavík eða bara í Reykjavík allri. En við getum ekki hvatt fólk til að koma og flytja hingað upp eftir á sama tíma og við getum ekki boðið börnum þeirra leikskólapláss. Þannig að þetta á að vera forgangsatriði að við leysum. Vil ég meina næstu 2 því mér til efs að við verðum komið með 2 deildir þó við byrjum á morgun á Garðasel sem sagt fyrir næsta eftir 1,5 ár. Ég held að það sé kannski tiltölulega óraunhæft. Þannig að það eru 2 vetur sem við þurfum að leysa ef við förum þessa leið til að taka lengri tíma að byggja nýjan leikskóla. En ég ætla að hvetja bæjarráð þegar þessi fundargerð og þessi tillaga skóla og frístundaráðs kemur inn til þeirra vonandi á fimmtudag að þeir bæjarráði setji á stað vinnu, hvort sem að það í formi starfshóps eða bara að það fari vinna í gang inn í kerfinu hjá okkur sem sagt þá hugsanlega byggingu nýs og þá Garðasel 2 deildir. Þetta verði vegið og metið sem framtíðarkostur og jafnframt að það verði sett í gang vinna við að leysa þau vandamál sem að við getum lent í. Það ekkert víst. Það getur vel verið að aðstæður verði tölvöld öðruvísi í haust. En ég held að við verðum að fara á stað með vinnu þar sem við erum klár með hvað ætlum við að gera þegar og ef leikskólarnir okkar eru sprungnir. Að við séum þá tilbúið þá að fara að framkvæma ekki þá að fara að skoða hvar við ætlum að redda okkur fyrir þann veturinn því tíminn líður hratt. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og orðið við laust að nýju og já, bæjarfulltrúi Lífós og Skarðstað. Já, ég rétti hendina, ég held að það sé það. Já. Það þegar þú lest upp úr blaðinu. Heyrðu, ert þú sáttið að bíða? Já. Já, þá það bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir sem var orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi og þeir sem eru að hlusta. Ég tek bara undir allt sem hér hefur verið sagt. Það varðar nýjan leikskóla og allt það. Þetta er svona, þetta er mér einhvern veginn svo mikið hitamál þrátt fyrir að vera ekki hagsmunaaðili með leikskólabörn. En við erum að taka ákvarðanir að innrita 13 mánaða gömul börn á síðasta ári. Og við erum að taka ákvörðun að innrita 14 mánaða börn á komandi hausti. Við erum bara að taka alls konar ákvarðanir. Við erum að taka ákvarðanir að skrifa undir viljayfirlýsingar og úthluta lóðum og gera samninga við stórfyrirtæki. Og við bara verðum að vera við verðum bara að taka ákvörðun það að leysa vandann fyrir foreldra hér í bænum. Af því að okkur bara ekki stætt á öðru, verandi barnvænt samfélag og finna bara lausnir. Og ég veit að við munum horfa fram á plássleysi fyrr en seinna. Og eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á, þá hvetja okkur til þess að fara bara strax í samtalið að finna þær lausnir og bara tek undir allt sem hefur hér verið sagt. Að við verðum bara að taka ákvörðun og hún þarf bara að gerast núna. Við erum stödd þar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jóna Margrét. Og þá það bæjarfulltrúi Lífós og Skarðstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég glemdi nú að minnast á þegar ég kom upp áðan að fundur okkar í skóla og frístundaráði var að þessu sinni haldinn í Garðaseli, nýjum og stórglæsilegum leikskóla. Og ég vil bara af því tilefni fá að þakka og hrósa fyrrverandi skóla og frístundaráði til hamingju með að hafa verið þetta framsýn að hafa farið í þessa stórkostlegu byggingu. Því að byggingin svo ég segi einu sinni enn, stórkostleg og algjörlega til fyrirmyndar. Og ég veit að voru margir hér í bæ sem voru ekki sammála öllu þessu brauðli í leikskóla. En ég vil bara þakka kærlega fyrir að hafa verið þetta framsýn og tekið þetta skref. Því þetta falleg bygging, mjög góð, nytsamleg og bara mjög fín. Þú ætlaði að segja eitthvað rosalega gáðlegt, en maður ætlaði sjálfsögðu ekki hvað það var. Nei, ég man það ekki. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir kærlega fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lífós og Skarðstað og ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúi Lífósi varðandi bygginguna á Garðaseli. Virkilega glæsileg bygging, viðeigandi umgjörð utan mikilvægt starf og við megum svo sannarlega að vera stolt af þessari byggingu og því hvernig hún kom til vegna þess að hún varð til í samstarfinu, í samtalinu við fólki sem var að fara að vinna það. Hún byggð utan starfið sem í henni og það það sem að skiptir auðvitað langmestu máli. Ég vil jafnframt án þess að ég sé að ákveða eitthvað fyrirfram varðandi mál sem að skóla- og frístundaráð vísaði til bæjarráðs, að þá sem mikilvægur punktur sem að Lífós og Skarðstað kom inn á í fyrri ræðu sinni varðandi sveigjanleika í vistun barna, að sem sagt
samþykkt skóla- og frístundaráðs er í samræmi við markmiðið styttingu vinnuvikunar, sem er það að fjölga samverustundum fjölskyldunar. Þetta er ekki fleiri frítímar, þetta er ekki meiri tími til að leggja sig á daginn. Þetta markmiðið með styttingu vinnuvikunar er númer 1, 2 og 3 að fjölga samverustundum fjölskyldunar, að börn og foreldrar eyði meiri tíma saman. Þannig að því leyti er samþykkt ráðsins áhugaverð og það bæjarráðs að setjast yfir hana og fara yfir tölurnar og það allt saman. Það er síðan hlutverk þeirra sem þar sitja. En orðið er laust að nýju fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Ég þakka þeim sem hafa komið upp og rætt þetta mikilvæga mál sem hér hefur verið rætt varðandi framtíðar uppbyggingu fyrir leikskólastarf á Akranesi og mikilvægi þess að við förum virkilega í það að raða upp valkostum, greina þá og raða þeim á tímalínu og hefjast handa við að leysa úr málum. Það er til skemmri tíma og til framtíðar. Og þar með telst þessi fundargerð skóla- og frístundaráðs framlögð og við förum í 14. fundalið. Þannig málsnúmer 23-01-031. Þetta eru fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2023 og lögðu fram fundargerð 919. fundar stjórnarsambandsins sem fram fór þann 28. febrúar síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana og telst hún þar með framlögð. 15. fundarliður málsnúmer 23-01-033. Þetta er fundargerðir stjórnar fjallskilanefndar á árinu 2023 sem við megum það búast við að verði 6 talsins á árinu að komi hingað inn í bæjarstjórn. Hér er fundargerð 14. fundar nefndarinnar frá 7. mars síðastliðnum framlögð og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana, telst nú þar með hafa verið lögð fram tilkynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetuna og fyrir góðar málefnalegar og gagnlegar umræður og nú höldum við áfram að vinna og slítum fundi.